Ferðaþjónustan í heild sinni kannski að glíma við ákveðna vaxtarverki, svo samfélagið og pólitíkin og flugvöllurinn og það náttúrulega mörgu leyti eðlilegt. Við erum að sjá svona vísbendingar það að dvalartíminn til dæmis virðist vera að styttast og neysluhegðunin. Við sjáum til dæmis að það komið samdráttur í sölu til dæmis á tollfrjálsum varningi og í þessum svokölluðum minjagreipaverslunum. Það að hægist á vextinum bara jákvætt, því þá raun og veru getum við varið þá stöðu og haldið upp því þjónustu sem við viljum halda. Því það ekkert hollt að vaxa of hratt. Þeir velja skemur og virðast halda fastar pingjuna. Þannig að meðaltekjur af hverjum ferðamanni sem að koma til landsins hafa ekki vaxið í samræmi við þó aukinn fjölda ferðamanna. Það pínlítil óvissa í gangi finnst mér og fólk greinilega mikið að velta hlutunum fyrir sér. Það hefur verið ákveðið panik í gangi á þessu ári. Og það kannski helst margum talað gengi krónunnar, en líka svona hraður vöxtur greinarinnar og ýmsar áskoranir sem því fylgja. En ég hef samt fulla trú á því að ferðaþjónustan leysi þær áskoranir og stjórnvöld sinni sínu þar líka. Og svona til lengri tíma þá trúi ég því að staða íslenska ferðaþjónustu sé mjög sterk. Auðvitað þurfa yfirvöld að fjárfesta og fyrirtæki í greininni. Við erum að sjá það núna samkvæmt nýjustu tölum að tekjur ríkisins 45 milljarðar árið 2015 og kostnaður 4–6 milljarðar. Að við þurfum að gera meira til að upplifun ferðamannanna sé jákvæð áfram hér. Og auðvitað lykilatriði nýta þau tækifæri sem eru. Ég tel að brýnustu verkefni í ferðaþjónustunni akkúrat núna að setja meiri kraft í stefnumótunina og uppbyggingu innviða. Fólk að koma allt árið og við þurfum að geta haft opið og geta tekið á móti gestum allt árið. Og við þurfum gott starfsfólk. Það kannski helsta áskorunin okkar til dæmis. Annað sem við þurfum að vinna að viðhalda svona jákvæð viðhorfi Íslendinga gagnvart ferðaþjónustunni og ferðamanninum. Viðhorf Íslendinga til þess fjölda erlendra ferðamanna sem að koma til landsins hefur svona breyst til hins verra. Það mjög stórt verkefni sem við þurfum að huga að. Á sama tíma þurfum við að sjálfsögðu að huga að því að verja betur náttúruna. Það alltaf verið að flytja fréttir ef einhver gerir eitthvað mjög gott út á gangstétt. Það má alveg segja frá því góða. Ég búin að vera sér núna einhver 8–9 ára eitthvað svoleiðis. Þessi mikla breytingar bara undanfarið ár í bara fjármögnun á svæðum og uppbyggingu innviða og umgengni og starfsfólki, alls konar svoleiðis hlutum sem minnst alveg gríðarlega gott. Mér veitandi hefur enginn gert raunverulega sviðsmynd til 10 ára, sem ég held að sé bráðnauðsynlegt, til þess að horfa raunverulega hvaða áhrif þetta hefur til langstíma. Brýnustu verkefni í ferðaþjónustunni í dag, eins og segir, að viðhalda þá stöðu sem við höfum og passa hana og viðhalda þeim gæðastandardum sem Ísland sem áfangastaður og ekki síst á þjónustu sem við höfum verið að veita og þurfum að verja hana. En ég held að sé líka mjög mikilvægt að við nýtum innviði út allt land. Flestir sem hingað koma að koma til þess að skoða náttúruna. Þannig að lykilatriði þetta að viðhalda þeim stöðum. Stundum þarf að byggja staðina upp, stundum það hlutverk ríkisins. Stundum ákvörðun tekin að við ætlum ekki að byggja svæði svo mikið upp til þess að geta tekið á móti endalausum fjölda. Þannig að aðgangsstýring eitthvað sem við vitum alveg að þarf og það eru ýmsar leiðir í því. Auðvitað mun á einhverjum tímapunkti hægja á þessum vexti. En ég sé ekki fram á að það fara að fækka ferðamönnum til landsins ef við höldum rétt á spöðum.